Rauninni byrjar þetta, þannig þetta gerðist svona freka fljótt hjá þeim báðum. Já. Og það kannski alveg svolítið einkennilegt og það kannski líka svona þegar maður svona að hugsa tilbaka því að þetta hvorugt í rauninni arfgengu sjúkdómur sem þau fá. Þau deyja sem sagt bæði úr krabbamenni. Já. Og mamma deyr sem sagt úr, hún þekki ekki alveg læknisfræðilega heiti endur svona, hún fekk í rauninni svona lífhimnu krabba, eða krabba í lífhimnuna. Já. Sem svona ótrúlega óalgengt og þarna var ég var að fara að fermast sem sagt. Þannig að ég var í 7. bekk þegar hún veikist og í rauninni greinist hún áramótin þarna 2005-2006 og svo hún látin sem sagt 9. september 2006. Wow. Þannig þetta var óbúslega svona skammu tími og svo fer pappi deyr sem sagt líka úr krabba. Og hann deyr í rauninni, það voru 15 mánuðir á milli, eitthvað svoleiðis. Þannig að já, þetta var rosa, þannig að... Manstu eftir hvað þú hugsaðir þegar að mamma einn greindist þannig fyrst? Já, ég man alveg vel, þetta ótrúlega skrítið með svona minningarnar í kringum þetta, að það alveg, heilinu þetta alveg magnaður á mörgu leiti einhvern veginn og það alveg sumt sem alveg í þoku hjá mér og þú veist, eins og ég skilaði í dag, bara heilina að venda mann líka. Já. En jú, ég man alveg vel eftir því og ég man svona kannski bara helst, þú veist, þessari tilfinningu að ekki upplifa það raunverulegt, almennilega. Já. Þannig að þú, mannst eins og mamma einn væri að gera að þetta væri allt í lagi eða þú veist, var engin von frá byrjun, vissur það? Jú, við í rauninni og það alveg líka alveg svona, maður hélt alveg í vonina, þú veist, og við öll, bara allan tíman. Já. Og það var alveg, þú veist, vissuleiti, svona ef ég hugsa mig bara sem barn á þessum aldri, og veist að þá maður líka bara, eða var ég bara í afneitun líka og þekkti þetta ekkert, vissi ekkert hvernig það væri. En bara auðvitað gríðarlega mikil veikindi sem að fylgja þessu og hún var auðvitað óbúslega veik og það svona skrítið að sjá mannesku bara sem að manni næst, einhvern veginn raka svona hratt og mikið. Hlýtur að hafa verið mjög krefjandi og erfitt, sko, veist, maður getur ekki ímynda sér það. Og var hún í meðferðum alveg þangað til að hún fór? Já, hún var það og þú veist, og þetta líka alveg svona áhugavert finnst mér að hugsa, þú veist, eins og bara ef ég hugsa mömmu að hún gerði í rauninni allt rétt og veist, samkvæmt svona, hún synti heilsunni vel og bara ótrúlega falleg og góð kona og bara einn helsta fyrirmyndi mín, en þetta svo skrítið svona sjúkdómar hvernig ger ekki boð á undan sér alveg. Og hún var auðvitað bara 48 ára þegar hún fer, sko, og pappi 53. Já, þau bræðir bæði frekar ung. Já. Og svo þetta líka, sko, að því að ef þau myndi greinast í dag, væri það sama, þú veist, ég veit það ekki. Já. Því að það búið svo mikil þróun á krabbameinslyfjum. Já. Þetta einhvern veginn orðið svona ekki betra, en þú veist, þetta náttúrulega bara, þetta búið að þróast rosalega hratt, sko. Algjörlega. Og sem betur fer. Og það bara ótrúlega gott að sjá það. Og auðvitað, þú veist, veit maður aldrei. Og eins og ég segi, þú veist, þau fengu bæði líka svolítið svona sérstakt krabbamein. Já. Og eins og pappi, hann fer, það í rauninni svona þegar almennileg greining kemur og þá fer hann bara 6 vikum seinna, sko. Já, ok. Þannig að þetta svona, þú veist, ég veit ekki, ég hugsa líka oft mitt, þú veist, krabbamein bara svo ótrúlega stór. Víðtækt. Já, og bara mismunandi áhrifin af því en það bara, mér finnst magnað að sjá munin mitt á eins og talum bara hvernig staðan í dag og þá og... Já. Hvar fékk hann krabbamein?
Sko það var í rauninni svona, bara dreifði sér, Já, bara mjög hratt, já. Og manstu eftir því eins og þegar mammaðin fór, hvernig, þú veist, manstu eftir því, þú veist, eftir á undirbúningnum fyrir jarðarför og allt þetta? Já, ég geri það alveg. Já. Og þetta alveg svolítið svona, já, þetta ótrúlega skrítið, en síðan, þú veist, ég þekkja þetta ekkit annað. Nei. Þú veist, einhvern veginn hef bara lifað þetta. Já, þú veist, en jú, ég man eftir og ég var hjá þeim báðum og við öll þegar þau fara og það bara ofboðslega dýrmætt að hafa geta það alveg virkilega og bara mjög óraunverulegt líka. Já. Þetta svona ekki eitthvað sem að getur almennilega held ég lýst á þess að fara í gegnum það eða þannig. Bara svona eins og með suma hluti í lífinu. Já.